Í samanburði við heiðingjana höfum við margt að stæra okkur af, margs konar yfirburði, en þurfum þó ekki að ímynda okkur að við séum negin uppáhaldsbörn í Guðs stóru fjölskyldu. Því að Guð fer ekki í manngreinar álit. Gáfur eða heimska, þekking eða fáfræði, metorð eða vanvirða eða annar ytri mismunur sem menn gera svo mikið úr, hefur engin áhrif á það hverjum augum Guð lítur á okkur. Auðvirðilegust og síðspiltustu heiðingjar eiga hlutdeild með okkur í dýrlegustu gjöf Guðs, frelsinu Jesú Kristi, því að hann dáinn fyrir okkur alla. Því hafa allir menn sama rétt og sömu möguleika til þess að ná hinum sameiginlega tilgangi lífs okkar allra, frelsi sálnanna. Vei okkur ef við höldum því leyndu. Þannig metum við þá héðan í frá engan eftir holdinu, þar að segja eftir ytri yfirburðum að heimsins hætti, með því að Kristur dáinn fyrir alla. Því allt annað hverfandi smámunir í samanburði við það sem við eigum í sameiningu við alla aðra. Friðþægingu fyrir syndirnar, rétt til þess að nálgast heilagan Guð og sættast við hann og verða börn hans. Allt hold sem gras og öll vex sem þessum blóm á grasi. Grasi skrannaði og blómið fjall af, en orð drottins varir að eilífu. Orð Guðs hið eina sem varir og mennirnir að svo miklu leyti sem þeir hlýða Guðs orði. Og þetta orð fagnaðar erindisins yður hefur verið boðað. Þér eruð endurfæddir ekki af forgengilegu sæði, heldur óforgengilegu fyrir orð Guðs sem lifir og varir. Svo hægt að leggja of hart á sig? Það mögulegt að of mikið veri nokkur tíma lagt í sölurnar til þess að orð Guðs verði boðað til endimarka jarðarinnar? En ég met lífið einskis virði fyrir sjálfa mig, ef ég bara má enda skeið mitt og þjónustuna ég tók við að drottni Jesú, að vitnum fagnar erindið Guðs náð. Trúa fólk gæti lært margt af því að dvelja stund í heinu landi. Hæpið að við fyrr getum metið fyllilega þá miklu blessun sem þjóð okkar hefur hlotnast með kristindómsfræðslu og boðun Guðs orðs kynslóð eftir kynslóð í nýju aldir. Hver áhrif hefur það haft á þjóðfélagslífið yfirleitt, á alla löggjöf, á menntun alls almennings, svo mætti lengi spyrja. Þó að dautt sé trúarlífið á Íslandi, verðum við sem höfum verið í Kína vör mikils mismunar. Alla útlenda menn óar við því hve mannslífið lítilsvirði í Kína. Það ekki vegna þess að Kínverjar sé að eðlisfari svo miklu verri menn en við, að útburður smábarna tíðkast enn hjá þeim í stórum stíl og að svo mikið hefur verið rán og morð víða í landinu að þar getur enginn verið óhyltur líf sitt. Það ekkert annað en ávöxtur 1000 ára heiðni, eins og það líka ávöxtur kristindómsins með okkar eigin þjóð, að mannslífið hafið í æðsta gildi frá því að barnið borið til skírnar í Jesú nafni og þar til gamall sofnar síðsta blund með orð hans á vörunum. Það skortur mannúðar fremur en menningar að Kínverjar sjálfir hafi ekki komið upp nema sárafáum sjúkrahúsum og líknastofnunum. En þeim verður ekki lagt það til lasts fremur en öðrum ekki kristnum þjóðum. Núverandi stjórn gerir sitt ítrasta til þess að koma heilbrigðis og líknamálum þjóðarinnar í viðunanlegt horf. En það reyndist henni ofurefli, enda fékk hún ekki að starfa í friði. Sama að segja löggjöfina. Hún hefur verið stórum bætt, en eldgamla siðvenjur og heiðin hugsunarháttur hefur orðið öllum umbótum til hins mesta tálma, svo að enn lögverndun mannorðs, lífs og eigna mjög ábótavant í Kína. Ég get ekki stillt mig að nefna eitt dæmi þess hér. Ræningja myrtu í fyrra sumar kínverskan trúboða sem hafði verið samverkamaður minn í Tianxiao í 8 ár. Hann hafði verið þríkvæntur. Nú mér skrifað að heiðnir ættingjar sitji líf síðustu konunnar hans og 2 barna þeirra til þess að sölsundi sig arfinn óskiptan.
Hún hafði orðið að flýja með börnin sín, annað þeirra nýfætt. Það er ekki hægt að hugga sig með því að svona sé ástandi í Kína en hvergi annar staðar. Hjá næststæðstu þjóð Austurlanda Indverjum er neyðin ef til vill meiri ef verða má en í Kína. Sami er að segja Afríku þjóðurnar flestar. Já, svona er ástandi yfirleitt með heiðnum þjóðum. Neyðin er jafnvel engu minni hjá annarins menningaþjóð og Japanar eru þó að með öðrum hætti sé. Hvað höfum við svo fram yfir heiðnu þjóðurnar annað en Guðs orð? Guðs orði og engu öðru er það að þakka að ekki er eins ástætt hjá okkur í öllum efnum og í heiðnum löndum. Allt sem best er og göfugast í þjóðlífi Íslandinga er ávöxtur kristindómsins, Guðs orðs, sem okkur hefur verið trúað fyrir til þess að við flyttum það öðrum. Við höfum rækt á skyldu slælega, því meiri er nú okkar skuld við heiðingjana. Ég var fyrir mörgum árum löngu áður en ég var kristinboði staddur á trúaramóti þar sem þetta mál var til umræðu. Norsku guðfræðingur sem ekki var þó kristinboði talaði út frá orðum Páls í Rómverjabréfinu: Ég er í skuld bæði við Grikki og útlendinga, vitra og fávísa, svo er ég fyrir mitt leyti fús til þess að boða fagnaðar erindið. Mér er það ógleymanlegt hann bað samkomuna alla að taka undir með sér og segja upphátt: Ég er í skuld. Vissulega erum við í skuld við alla sem eru án Guðs orðs og án Krists. Enginn kemur til föðurins nema fyrir hann. Ekki er hjálpræðið í neinum öðrum, því að eigi er heldur annað nafn undir himninum er menn kunna nefna er oss í ætlað fyrir hólknum að verða. Leikur svo nokkur ef á því hver sé skylda okkar gagnvart 1000 milljónum manna sem enn eru án Krists, og að kristniboði sé hið mikla megin verkefni kirkju Krists í heiminum. Ættum við nú ekki að fara að biðja Guð að kalla fleiri unga Íslandinga til þess að helga sig kristniboðinni? Ættum við ekki að hvetja trúað fólk til þess að leggja meira af mörkum til þess, svo að ekki þurfa að fá erlend kristinboðsfélög til þess að laun okkar eina kristinboða og kosta ferðalög hans, og kosta jafnframt að miklu leyti nám okkar eina kristinboða efnis. Er ekki auðmýkjandi fyrir okkur ef hann verður að fara til heiðingjana á vegum erlends félags sem kostar yfir 100 kristinboða til starfs? Mundum við síður en normenn fá það endurgoldi margfalt að Guði sem honum er fórnað. Þá mun ég lesa síðasta kafla bókarinnar en hann heitir Hvers vegna ég varð kristniboði. Yfirskrift þessa kafla eru þessi orð: Mér sem minnstur er allra heilara var af náð falið þetta hlutverk að boða heiðingjum fagnaðar erindið hinn órannsakanlegan ríkdóm Krists. Ég hef oft verið spurður af því hvernig í ósköpunum mér gat komið til hugar að verða kristniboði. Það er eins og raun ber vitni ekki neitt hversdagslegu viðburður að Íslandingur helgi sig þeim starfa. Hefði ég löngu fyrirfram vitað að slíkt ætti fyrir mér að liggja, þá hefði engum þótt það ótrúlegra og óttalegra en sjálfu mér. Eins og landar mínir flest allir var ég trúnhegður að upplægi, frá því er ég fyrst mann eftir mér. Kristindómsfræðslan mun hafa átt sinn mikla þátt í að glæða og þroska trúargáfuna. Í 5 sumur sat ég einn yfir fé á fjöllum uppi, hugsaði mikið og las allt sem ég komst yfir. Ekki vissi ég þá að tiltækilegt væri að biðja til Guðs frá eigin brjósti, en að lesa bænir utan að lærðar var mér ónóg. Á einveru stundum sem voru margar fór ég að tala við Guð, en datt ekki í hug að slíkt gæti kallast að biðja. Mér var það nautt að leita nálægðar lifanda Guðs í gleði og sorg. Hugfangin af fegur náttúrunnar lofaði ég Guð háum rómi og gagntekin að leiðindum saði ég honum raun mínar allar eins og maður tala við mann. Bróðir minn einn bar það upp á mig að ég talaði við sjálfa mig.
Ég var afar skömmustulegur en þagði og ég hef þagað það fram á þennan dag. Þegar eftir ferminguna fór þetta smá saman að eldast af mér sem kallað er. 2 veturna 1912 til 1914 í Lýðháskólanum á Hvítárbakka gaf ég mig mjög að öllum gleðskap og var sílst alvörugefnari en aðri nemendur. Eitthvað mun þó hafa breyttað á minni miklu trúnhneigð. Þó að ég væri þá hættur að tala við Guð, var ég ofta skólasískinu mínum kallar í ganni, séra Ólafur eða presturinn. Það lifði í glóðunum þótt faldar væru. Velsæmis tilfinning manna segir fyrir það hvað við á eða ekki. Í okkar kristna þjóðfélagi þykir það engum manni sæmandi að leggja rækt við trúargáfu sína eða láta á henni bera hið minnsta. Allar aðrar gáfur, svo sem tónlistar, reiknings eða rannsóknargáfa og svo framvegis, þykir sjálfsagt að glæða og fullkomna sem best og ekki þykir annað viðeigandi en að menn leggja hart á sig og kosti miklu til þess. En það er óskrifað lögmál og hefur lengi verið að menn ekki aðeins vanræki trúagáfuna, heldur bæla hana niður að fremsta megni. Mér tókst það tíma og gat nú syngað með glöðu geði. En við Guðsþjónustuna við bæjarkirkju í Borgarfirði á hvítasunnudag 1914 var sem í mér bristi stífla. Ég var þá 18 ára gamall. Jafnframt og í órjúvanlegu sambandi við þá vakningu gerða hugboð vart við sig fyrsta sinni hjá mér að mér myndi ætla að vera trúboði meðal heiðingjana. Það að gefast Guði og gerast kristniboði fékk ég ekki aðgreint. Kallið frá Guði til frelsuna stóð í beinu sambandi við kölluna til starfs í hans ríki. Og mér fannst að vera svo sjálfsagt og óumflýjanlegt að ég gæfist Guði og gerðist kristniboði að það kostaði mig enga baráttu að ákvarða mig. En þá hófst baráttan ákvörðinu var tekin. Ákvörðun sem hlaut að koma í bága við allar mína framtíðar vonir. Hrun loftkastala ekki hættulaust. Og þá raun fékk ég staðist af því að nú var mér aftur orðið eðlilegt að tala við Guð og úthella hjarta mínu fyrir honum. Það vissi ég að mér var ætlað að flytja heiðingjum fagnaðarboðskap Jesú Krists, en að öðru leyti hafði ég enga hugmyndum hvað kristniboð í raun og veru er. Aftast í biblíusögum Sigurðar Jónassonar stóð eitthvað fyrstu útbreiðslu kristindómsins, en kristniboð síðari tíma og hennar miklu þáttöku nágranna þjóðana vissi ég alls ekkert. Mér var það jafnvel alókunnugt að ýmsir ágætustu menn prestastéttarinnar í íslensku hefðu verið ötölu stuðningsmenn og formælendur kristniboðsmálsins og að íslensk kona Steinunn Jóhannesdóttir frá eystra miðfelli á Hvalfjarðarströnd hafði þegar starfað að kristniboði í Kína í mörg ár. Aftur á móti hafði fólk í minni heimabyggð haft nokkur kynna mormóna og aðventista trúboðum og voru hvorugir í hávegum hafðir. Og Reykjavík bárust ýmsar tröllasögur hjálpræðisherinn, allar ófrægar. Það voru því ekki skipta skoðanir að trúboðar og þess háttar fólk hefði eitt af tvennu, annaðhvort lent í villutrú og öfgum eða bilað alvarlega á geðsmununum. Lítið vissi ég út í hvað ég var að leggja. Oft var sem efasemdum og ótta væri steypt yfir mig. Á mér sönnuðust orð drottins til Péturs og annar mun girða þig og fara með þig þangað sem þú ekki vilt. Eða var það mér ekki ósjálfrátt að trú mín og köllun fylltu huga minn öllum stundum og gerði mér ómögulegt að eiga samleið með fyrri vinum og félögum. Köllun mína þorði ég naumast að kannast við fyrir sjálfum mér, hvað þá öðrum. En henni var þó ekki lengt, ég var allur á hennar valdi og bar hana utan á mér eins og auglýsingamaður skilti. Ég var því brátt grunnsamlegur í augum ættingja og ástvina svo að ekki var að villast, annaðhvort var ég orðin vinglaður í trúnni eða eitthvað geggjaður. Og ég skammaðist mín
og hafði einu sinni ekki dirsku til að ljúga upp einhverju mér til málsbótar, hvað þá heldur að bera sannleikanum vitni. Það þarf mikla djörfung og talsverðan þroska til þess að geta sagt með Páli: ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðar erindið. Hátt á annað ár fylgdi ég flokk þeirra manna að vísu trúð á Krist, þó talaði enginn hann af ótta við gyðinga. 2 mönnum gat ég þó trúa fyrir leyndarmáli mínu og mjög þráði ég að leita ráða þeirra. Var annar þeirra presturinn okkar, séra Tryggvi Þórhallsson, síðar ráðherra, sá maðurinn sem orðið hafði mér til mestrar blessunar, en jafnframt óavitandi komi mér í mestu vanda. Hinn maðurinn var séra Magnús Andrisson á Gilsbakka og var það úr að ég fór á fund hans. Ég hafði gengið til spurninga hjá honum einn vetur og vann hann þá hug minn allan, svo að ekki hef ég borið hlýrri hug eða meira traust til nokkurs manns mér óviðkomandi. En hvernig myndi honum lítast á þetta ráðabrugg mitt? Góðar viðtökur fékk ég að Gilsbakka, þar var þá stattur sér Einar Pálsson frá Reykholti og var mér skipað til borðs með þeim prestunum. Eftir á átti ég langt samtal við séra Magnús. Hann var seinn til svara, en ekki lét hann einu orði undrun sín í ljós og sneri samtal okkar allt það, með hvaða hætti ég gæti best búið mig undir það að verða kristniboði. Var það úr að ég skildi snúa mér til Sigurbjarnar Ástvaldar Gíslasonar, honum myndi manna kunnugast kristniboðsmál. Þegar ég kom heim aftur að Hvítárbakka var nýkomið frétt það að stríði væri skollið á í Evrópu. Ég á það næst Guði, aðalega 2 mönnum að þakka að ég var kristniboði. Annars þeirra hef ég þegar getið, nefnilega séra Tryggva Þórhallssonar prests að Hesti í Borgarfirði og síðar forsætisráðherra landstjórnarinnar. Honum á ég að þakka trúalega vakningu mína, en henni fylgdi dýrasta hnoss lífsmins, kristniboðsköllunin. Hinn maðurinn var Lárus Slottsvík, skipstjóri frá Sunnmæri í Noregi. Þessir menn dóu báðir á besta skeiði og líkt leyti. Seint á hausti 1915 stóð smá klausa í íslenskum blöðum það að norskur skipstjóri hefði tekið íslenskan pilt með sér til Noregs og sett hann til mennta. Ég hafði sumarið unnið að steinsteypu á Siglufirði. Félaga mínir þar voru mér afar góðir, en litla hugmynd hefðu þeir það sem ég var þó ríkast í huga, trú mína og köllun, enda hafði ég ekki hugrekki til að kannast við það fremur en stólinn feng. Í frístundum mínum stalst ég úr félagsskap þeirra og bað til Guðs undir berulofti. Ég laumaðist úr vellaunaðri kvöldvinnu á samkomur hjálparæðishersins og sjómanna trúboðsins norska. Þegar það komst upp eftir á, skammaðist ég mín, eins og ég hefði framið eitthvert ódæði. Hugsa sér annað eins að fara á hersamkomur. Í þeim félagsskap undi ég mér þó vel. Þar og hvergi annar staðar fann ég svölun sálminni. Hefur mér ávallt verið hlýtt til hjálparæðishersins síðast. Já, en þá í fórum mínum dagbókarblað dagsett á 20-afmæli mínu sunnudaginn 14. ágúst 1915. Norski sjómenn höfðu haldið guðsþjónustu í kirkjunni á Siglufirði klukkan 5 síðdegis. Eftir aðalræðuna höfðu þeir vitnisburðarsamkomu. Margir norskra manna töluðu þar trúareynslu sína. Kirkjan var að heita mátti full. Ég skildi þá samú ekkert í norsku, en svo voru áhrif þessara einföldu, einlægu og eldheitu vitnisburða sterk að ég varð sem frá mig numin af hrifningu og í hálfgerðri leiðslu var ég staðin upp úr sæti mínu og farin að halda tölu. Fyrsta sinni í kirkju. Ég hef oft talað í kirkjum síðan, en sjaldan við betri áheyrn. Það hafði aldrei komið fyrir áður að íslensku maður léti til sín heyra á þessum samkomum. Þess vegna hefur mér verið gaumur gefinn. Nokkur alvara hefur þó fylgt því sem ég sagði, því að ennþá 20 árum síðar nákvæmlega man ég það hér bil orðrétt.
Í samkomulok heilsuðu margir upp á mig, en einn maður, mér alveg ókunnugur, tók mig afsíðis og áttum við lengi tal saman. Hann skildi lítilsháttar í íslensku, en ég ekkert að heita mátti í norsku. Man ég nú ekki eitt orð af því sem hann sagði. Þó skildi ég að hann bauð mér að fara með sér til Noregs og var það að ráði. Maður þessi var Lárus skipstjóri Slottsvík. Við hittumst öðru sinni nokkru síðar borð í Bardin, nýju og stóru fiskveiðiskipi frá Álasundi. Hér var ég, öllum ókunnugur, mállaus og félítill á leið út í heim. Þegar í fyrstu var ég þess fullviss að guðleg handleiðsla réði þessi ferðalagi. Þó var í mér nokkur beigur þegar skipið renndi út úr fjarðaminninu. Félaga mínir vildu mér vel, en þeim hafði letist illa á þetta ráðlag, efast að þessum norska manni gengi neitt gott til, og svo geti jafnvel farið að ég yrði seldur mansali. Haustið kom Slottsvík mér í skóla. Vorið 1916 fór ég með honum á þorskveiða til Íslands. Við stundum veiðar fyrir Austurlandi og urðum fengsælir. Hvergi komum við í höfn og sjáum sjaldan land, en söltuðum aflan borð. Mánuði síðar héldum við svo heim til Noregs og seldum aflan og fengum 1000 krónur í hlut. Vorið fórum við til Siglufjarðar til síldveiða. Aflinn var svo mikill að við sökkhlóðum, hvað eftir annað, og lá mér þá stundum við gráti af gleði. Þetta var í fyrsta og líklega síðasta skipt á ævinni að mér græddust peningar. Ég vissi vel til hvers þeir voru mér gefnir, og var þetta mér ný sönnun þess að ég væri á Guðs vegum. Slottsvík mun hafa gert sér vonum að ég yrði annarkvort skipstjóri eða stofnaði lýðháskóla á Íslandi, því Íslands vinur var hann mikill eins og títt Normenn. Þegar ég loksins ári eftir að við fyrst kynntumst, sagði honum hug minn allan, var það þó með fullu samþykki hans að ég sendi Kristniboðsskólanum í Ósló inntökubeiðni mína. Aðrir nýjir nemendur voru ekki teknir í skólan þá haustið og enda ekki fyrr en 5 árum síðar. Íslenskum manni gátu þeir ekki neitað upptöku. Ég naut þess þá, eins og svo oft í Noregi, að ég var Íslendingur. Skipstjórinn var maður vel efnaður. Hann var kvæntur ágætri konu en barnlaus. Þau hjónin voru einlæglega trúuð og fórst við mig frá fyrstu eins og ég hefði verið þeirra sonur. Á sumrin hélt ég jafnan til á heimili þeirra og var með goldið fullt kaup fyrir litla sem enga vinnu. Slottsvík var fjárhaldsmaður minn öll árin sem ég var í skóla. Aldrei hafa peningar reynst mér drýgri en þá. Honum mun oftar en einu sinni hafa gleymst að taka út úr minni sparisjóðsbók sem hann sendi mér. Þegar ég fór með honum til Noregs var ég klæðlítill og átti einar 150 krónur í eigu minni. Eftir 5 ára nám var mér einskis vant og ég átti 300 krónur í sjóði. 21. ágúst 1920 var ég vígður í Ósló ásamt 8 skólabræðrum mínum. Viku síðar lögðum við af stað til Ameríku, en þar dvöldum við 1 ár við nám, áður en við fórum til Kína. Vígsluna framkvæmdi formaður og sambandsráð Kína trúboðsfélagsins norska. Var svo athöfn biblíuleg og einföld og hátíðleg, en mikið harmaði ég það að geta ekki tekið kristniboðsvígslu mína heim á Íslandi. Frá norska félagsins hálfu hefði ekkert verið því til fyrirstöðu og geta síðan starfa frá fyrstu alveg á vegum íslenskra kristniboðsvina. Þó hefur það hrygt mig meira að þess var svo lengi að bíða að fleiri Íslendinga gerðust kristniboðar. Ég hef aldrei þurft að efast köllun mína að ég, þrátt fyrir minn mikla ófullkomleika, átt að verða kristniboða á meðal heiðingjana. Á þeirri braut hefur mér fallið mikil og óverðskuldu blessun í skaut.
Ég er ekki ánægð með sjálfa mig, en ég er ánægð með hlutskipti mitt og Drottinn sem ég hef þjónað. Heiðruður hlustendur, þá hef ég lokið lestri mínum úr bók Ólafs Ólafssonar Kristinboða 14 ári í Kína. Ég vona að hlustendur hafi orðið örlítið fróðari hinn mikilvægu og fórnfúsu störf Kristinboðana sem starfa hjúgrunnar, líknar og kennslustörfum og að boðum fagnaðarboðskapar Jesú Krists á meðal ekki kristinna manna. Ég kveð svo hlustendur og þakka þeim áheyrnina.